Lýsingadeildar 4800 Suðurland FM. Fylgstu með á Facebook Sportátturinn mánudagskvöld með Gesti Einarsinni frá Hæli. Já, mikið rétt, Sportátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, eins og ég sagði við ykkur áðan þá ætlum við að fara aðeins stökk við fótboltan. Knattspyrnu réttara sagt á íslensku og línuna komin formaður knattspyrnudeildar Selfoss nýráðinn Adolf Ingi Bragason. Komdu blessaður og sæll, höfðingi. Já, góða kvöldið. Það eru til hamingju með nýja titilinn. Takk fyrir það. Já, er þetta eitthvað sem þú ert búin að stefna í mörg ár? Já, ef þú spyr svona þá myndi ég bara vikna það. Ég var búin að stefna það en kannski ekki á þessu tímamóti. Nei. Ekki svo snemma, en þetta var eitthvað sem að hugnast mér svona því að var ég orðin eldri. En svo bara fór þetta stað og ég hugsaði þetta bara með ítalega og svo það ég bara að stökkva á það og þetta lítur bara rosalega spennandi út. Nákvæmlega. Svona kannski fyrir hlustundir sem ekki vita, hver er svona tenging þín við Selfoss liðið? Já, ég er náttúrulega fættur upp bara hérna Selfossi og fór gegnum alla yngri flokka liðsins. Faðir minn var nú leikmaður með Selfoss, var í fyrsta liðinu hérna 1955. Þannig að tengingin mín er bara mjög sterk. Og hefur reyndar alltaf verið mjög Selfossingur. Já, nákvæmlega. Og hvaða stjörnur voru með þér í flokki hérna? Voru ekki ykkur stjörnur hérna í yngri flokkum Selfoss? Margar stjörnur, þetta er árgangur 78. Það er byrjast að nefna Sigurður Andrés Þorvarðarsson og Njörður Steinarsson. Við vorum með úlingalagsmarkvörð þessum tíma. Já. Guðjón Skúli Jónsson, hann fór nú í Skagan hann 16 ára. Svo varum við með Þórainn Snorrason, marga góða sem leikum margir hverjir leiki fyrir meistaraflokkinn. Og já, það er náttúrulega búið að vera breytti tímar þegar voru þarna yngri flokkum, þegar sáu við það nokkuð fyrir ykkur að Selfoss myndi vera að spila svo í úrvalsdeild og í fyrstu deild og svona. Já, þegar ég var allavega að alast upp þarna þá vorum við með þarna svona í kringum 86 þá vorum við með Einar Johnny og Tóta Ingolfs og það liður sem þótti mjög gott sem spilaði það í næstu deild. Og maður mann eftir leikjunum á móti Káa og Víking Reykjavík þeir voru náttúrulega að fara upp ennum árið. En svo hefur þetta náttúrulega breyst heilmikið og þessi tímabil sem voru kringum 2008 og 2010 voru náttúrulega stórkostleg og það ekki að fara að spila úrvalsdeild var náttúrulega eitthvað sem maður kannski hafi ekki séð fyrir. En með góðri uppbygging og góðri blöndu, við vorum með sterka heimamenn og það er grunnurinn alltaf að góðu liði er það að mænan í liðinu séu sterkir heimamenn og svo sé tengt að því eitthvað sótti eitthvað betra og þegar það smeltur saman þá er allt hægt og við vorum svo sannarlega að maður byggja upp slíkt liðan í. Og já, uppbyggingin hérna í knattspyrnunni á Selfossi, hún er nú búin að vera ótrúlega hröð hérna. Aðstæðan orðið náttúrulega mjög fín og já, hvernig er atvinnumenn bæði kvenna og karlamenn? Jú, aðstæðan á sumri til er hún bara rosalega góð og það sem er búið að gerast í kringum úlingalandsmótin og þetta allt í kringum með því hefur þótt bara verið gríðarlega mál. En við erum að setja eftir varandi samt aðstöðunni við veturinn og það er eitthvað sem við verðum að skoða. Það sem að mörg af allavega minni sveitarfélögunum eru komin með allavega hálft hús, mörg hver sem að við erum með stórt hús og þannig að við erum að basla með yfir allavega kvöldustu mánuðina að setja allavega yngri flokkana út og það er bara kalt og rók og við erum að æfa þá við erfiðar aðstæður og sérstaklega svo veturinn er búin að vera núna og í fyrra þá er bara fellur mikið til niður á vellinum og það er líka mikið forföll hjá börnunum að bara koma á æfingarnar. Þannig að það er eitthvað hluti sem við verðum að skoða mjög gaumgæfilega hjá okkur og sittum við bara eftir með það. Já, það er konar þannig kröfur í knattspyrnuiðkun á Íslandi í rauninni að hún eigi að vera svo besta? Já, við þurfum náttúrulega að geta boðið upp á aðstöðu hér hjá okkur eins og í minni sveitarfélögum og það er eins og gott dæmi bara það sem er að gerast fyrir austan. Það er núna 3 lið að koma upp í næstu eftir deild og maður er að spá hvað sé að gerast þar. En þeir búa með stórt húsnæði þar yfir veturinn og allir á firðinum er að koma hann í kring og er að æfa við bestu aðstæður yfir allan veturinn.
Þannig og það eins í Vestmannaeyjum og það eins í Keflavík og það eins á Akranesi og við erum með það á Höfn og í Hveragerði, þannig að við erum að setja eftir með þetta, þannig að þetta eitthvað klárlega sem við verðum að leysa í okkur. Þetta kostar allt peninga og þetta við búið að tala þetta náttúrulega í mörg ár en það svo sannarlega að það þarf að leysa þetta og við þurfum að komast upp með hér aðstöðu sem er að æfa yfir erfiðustu mánuðina, sérstaklega þessar yngstu. Já, nákvæmlega. En það náttúrulega, það ekki eins og komst inn á þá alltaf nóga verkefnum fyrir ykkur? Í fótboltanum? Já. Já, alveg klárlega, það bara leið og höstu byrjar þá bara fara nýr árgangur af stað og það til yngri flokkarnir byrja að keppa í fagsaflamótinu og eldri flokkarnir fara bara af stað með sitt prógram, undirbúningstímabilið og svo áramótin, fljótlega í janúar þá byrja meistaraflokkurinn að spila í æfingaleiki og í æfingamótunum hjá sér, bæði karla og kvennamegin. Og svo fer nú að byrsta ná eitthvað til og þarna einhvern í mars-apríl þá erum menn í Lengjubikarnum og svo bara komið að þessu. Þannig að það alltaf nóg að gera og fullt af leikjum. Og kannski verðt að tala við byrjum meistaraflokkar liðana, náttúrulega kvennalið, endar í 3. sæti Pepsi til kvenna og fer allarlega í úrslitaleiki annað ári í röð í bikarnum. Já, bara frábær uppbygging kvennamegin undanfarna ár og kannski erfitt að toppa það en markmiðin eru skýr, liðið vil halda áfram kvennalið í fremstu röð, þannig að það einhugur hjá öllum, bæði hjá stjórn og þeim sem í kringum liðið og bara hjá samfélaginu öllu að við bara berjumst fyrir því að halda áfram góðu kvennaliði og þar grunnur af góðum heimamönnum sem undirstaðan í liðinu og svo sækjum við styrkliðan og þá kemur út sterklið. Þannig að staðan með kvennaliðið, hún raunverulega góð og við vonum svo sannarlega að við fáum frábært sumar svo hefur verið undanfarin ár. Og það heilmikla breytingar búin að vera náttúrulega báðum meistaraflokkum að nú kallaliðið komið nýja þjálfara? Já, kallaliðið, við erum svolítið tímamótið með kallaliðið, það mikið af ungum leikmönnum og undanfarin ár höfum við verið að spila bæði bland erlenda leikmenn og sækja leikmenn á Reykjavík og svona reyna að koma okkar ungu leikmennum á legg líka og þannig að við erum á þeim tímamótum að byggja upp nýtlið þar og koma okkur á stað. Þannig að sumarið verður mjög spennandi og það verður mjög fróðlegt að sjá marga unga leikmenn blómstra í sumar og við erum með frábæra þjálfara sem með þetta verkefni og við bara erum hvergi búinir að takast á við það og fara inn í sumarið kannski að meira afli með yngra leikmenn oft áður. Og þið eru náttúrulega, það ekki alltaf með starfandi knattspyrnuakademíu? Jú, knattspyrnuakademían þá tengd skólanum, hún ekki viðreyndar, knattspyrnuakademían tengd bara fjölbrautaskólanum og það krakkarnir sem ganga þá upp úr fyrirflokkunum og inn í annan flokkin sem eru í henni á mótnana. En samstarfið mjög gott og við erum síðan þá að æfa bæði annan flokkur karla og kvenna þá samhliða með akademíun og myndum þar með æfinga prófílinn fyrir þá krakka. En þá einu öðru kannski aðeins að enska boltanum, heldur með ykkur liðið þar? Við höldum með Manchester United heim hjá mér, þannig að það dræmarvikur og dræmarhelgar. Já, þannig að maður hittir illa á því núna eða ræða enska boltan. Já, þetta svona eitthvað sem þarf að svona fótboltinn, þetta stundum gengur þetta ofislega vel og stundum gengur þetta ekki nógu vel og þetta hefur verið ansi þurrt og deyfði yfir undanfarna vikur en menn verða bara að mæta í sófann og styðja sitt lið. En nú með við tölum saman þá var Leicester núna að skora sitt annað mark og eru konið 2-0 yfir gegn Chelsea og eru á toppnum eftir þessa fyrstu 16 umferðir. Já, ég las nú bara í fyrradag að Ferguson sagði að Leicester geti nú bara orðið meistari og deildin væri að spila þannig og það myndi alltaf bara því hvað þeir myndi ná að styrkja sig í glugganum upp á leikbreytina en möguleikarnir væri svo sannarlega fyrir hendi og þetta náttúrulega ótrúlegt hvernig þetta að spila svo sérstaklega eins og fyrir Chelsea sem margir hverju spurðu voru að spá í það að þeir myndi verða meistarar en maður hugsa nú kannski svo leið eins og Arsenal að það sé alveg bara
tækifæri líki núna betur en oftar og þannig að þetta verður fróðlegt að gera þetta í kringum jólin. Þetta náttúrulega margir og þétt prógram í kringum jólavertíðina og svo inn í vorið hvernig það spilast úr þessu, en tækifærið klárlega fyrir hendi fyrir þann sem tilbúin að stökkva á það og ná stuðuleika í sitt lið. Og ekki fyrir Alex Ferguson að ljúga, þannig að hann hlýtur nú að vera að segja sannleikann lest að verið meistarar. Nei, hann eins og ofta glöggur á það. Já, nákvæmlega. En svona í lokin áður en ég slepp þér, hvernig nú að vera að draga í riðla og EM, hvernig leist þér á riðil Íslands? Við erum með þarna Ungverjum, Portugal og Austurríki. Já, ég held að maður aðeins búin að fylgjast með þessar umræðu líka og þá var náttúrulega að vita að við fengjum sterkt lið og styrkleika flokki 1 og fengum Portugalina og þannig að það var bara það er vita að það verður náttúrulega erfiður leikur en bæði Ungverjarnir og Austurríkismennir það fara klárlega maður fær svona fiðring í magan, við erum klárlega möguleika á móti þessum liðum. Austurríkismennir hafa verið góðir og Ungverjarnir kannski meira svona óskrifa blað, það ekki verið í mörg ár telt fram sterku liði en það er þetta með mættingarnar og svo hvernig við smellum, við þurfum alltaf að vera tilbúinir og aðeins séð okkar lið líka dala núna eftir að við komumst áfram. Það var ekki verið að ná fram góðum úrslitum og það verður kannski aðeins vantaði líka inn á milli en við erum ekki með breiðan leikmannahóp, þannig fyrir okkur að eiga séns þannig sumar, þá þurfum við náttúrulega að bæði vera heppnir og við þurfum að vera með okkar sterkasta mannskap og svo verðum við bara að bíða og vona. Og já, þú myndir gíska, það er náttúrulega Jón Daði og Viðar búin að vera svona fastamenn í hópnum. Já. Einhverju spekingar á UEFA segir að Alfreð muni ógna byrjunliðsstöðu Jón Daði allavega? Ég held að þeir félagar landsliðsþjálfararnir munu spila á Jón Daða. Ég held að það sé klárt út af varnarleiknum og hversu duglegur hann er og hversu vel hann nýtist raunverulega í krafti og hraða. Þannig að ég held að það mun ekki breytast en við þurfum klárlega á breytinu að halda og Alfreð Finnbogason er alveg frábær leikmaður og bara allt öðruvísi leikmaður. Þannig að það verður bara að koma í ljós. Varandi Viðar þá er það alveg klart, hann hefur unnið sér inn tækifærið og við vonum bara sannarlega að hann fór að spila meira, við vilja sjá hann kannski svolítið meira. Hefur svona verið að koma inn í blálökin og kannski ekki fengið mörg tækifæri en hann hefur klárlega svo leikmaður sem getur dukkað upp og skorað mörg sem skipta máli, þannig að við hefum gjarnan vilja sjá hann spila meira. Svo er einn annar selfissingur sem var mikið inn í umræðinu daginn á Twitter hjá fótboltaspekingur sem þeir vilja, sem íslensku áhorfendur virðast vilja fara að hann fái tækifæri, það er Guðmundur Þórarinsson. Já, ég var 4 vikur síðan ég var út í Danmarku, var þá einmitt út í Nordsjælland og hitt einmitt Guðmund. Hórum þar á vegum KSÍ og fengum að fylgjast með þær í viku og bæði æfingum og leikjum og undirbúning hjá þeim og það er klárlega, Guðmundur er náttúrulega búin að spila yngri landsliðinu, ballaflokkana og verið klárlega svona leikmaður sem menn hafa verið að bíða eftir. Þannig að ég hefði viljað sjá hann daginn þegar var tekið inn holla leikmönnum til að pröfa og var verið að opna á að gefa honum tækifæri. En hann var ekki í því holli, en við vonum að þetta sem er að gera í janúar að hann verði nú boðaður þarinn og fái að láta ljósið skína. Hann er allavega að standa sér vel og vera að spila í sínu liði, það er oft vegur þungt að leikmennir er að spila og hann er svo sannarlega að spila og í bara mjög góðu en ungu liði. Og já, það er svolítið gaman að þessu, þetta er svolítið lúxusvandamáli það ekki í íslenski knattspyrnu að það eru vandræði að velja í hópinn. Jú, við eigum sérstaklega miðjan á fremurhlutin, við eigum nokkra stórstjörnur og stjörnur sem eru að spila í stórum liðum. En svo höfum við verið að vafrast aðeins með afturhlutan og varnar mennin í liðinu og þar er náttúrulega höfum við sjá vera bakverði að koma inn og vera síðan að fara aftur út. Og það hefur verið að spila miðjuleikmenn þarna í stöðum sem við erum kannski veikasti fyrir. Þannig það verður fróðlegt að fylgjast með því hvað verður og hvað af þessum 21 leikmennir sem hafa verið standið sér vel í sínum liðum. Hvort að þeir fóðu tækifærið og raunverulega hver verður hópurinn sem að þjálfarinn tekur með sér. Þetta
þetta verður mjög magnað að fylgjast með þessu og fyrir þessa stráka, þetta er náttúrulega ekki hverjum degi sem að býð svona tækifæri að spila stórmóti eins og EMR og kannski tala stærsta íþróttaviðburð sem Íslendingar hafa farið á. Þannig að það er fyrir marga margt að vinna, þannig að já, þetta verður mjög magnað að fylgjast með þessu. Já, nákvæmlega. Rétt til lokin, ég veit að þetta er að vera langdregið en ég verða að spyrja þig, þið eru alltaf með getunarstarf, er ekki opið fyrir alla þar? Jú, við erum það sem er að gerast hjá knattspyrnudeildinni, hún er 60 ára þessu ári, núna 15. desember og við verðum einmitt með núna 19. desember verður í Tíbrá í hádeginu, þar verður hérna smá athöfn og þar verður líka jólaborð og við hvetjum sem flesta að koma og kíkja á okkur í heimsókn og fagna þessum áfanga og við munum síðan í framhaldinu vera með náttúrulega flugeldasölun okkar sem er árlega alltaf áramótin, þannig að hvetjum fólk til að koma og kíkja á okkur og við verðum með einhver stórkostleg verð á 60 ára afmælinu í flugeldasölunni. Nákvæmlega, einmitt. Adolf Ingi Bragason, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, gangi ykkur vel og hvetjum alla til þess að mæta bara á laugardaginn næsta, hvað segirðu, í Tíbrá eða? Já, í Tíbrá, á 60 ára afmælinu 19. desember. Já, þar nærmar sér í 13 rétta. Já. Nákvæmlega, bestu þakkir og gangi ykkur vel. Takk fyrir mig, Blessaður. Já, við höldum okkur áfram við Selfoss, við ætlum að heyra næst í Olgu Bjarnadóttur hjá framkvæmdastjóri á fimleikadeild Selfoss, frábær Jónasi sýningabaki og hún er hér eftir stutt skilaboð. 963 Suðurland FM